við ætlum að fjalla hátíðina í Hveragerði sem verður komandi helgi, blóm í bæ og bæjarstjórinn í Hveragerði, hún Aldís Hafsteinsdóttir, blómadrottningin sjálf, á línunni hjá okkur. Sæl, vertu Aldís. Já, blessaður. Þú kannt að segja okkur frá blómahátíðinni. Já, ég get allavega reynda. Það stendur mikið til og það gríðalegt fjör í bænum. Já. Og það verið á fulla skreyta hér, bæði götur og garða. Og hingaður konur 30 blómaskreytar, bæði íslenskur og erlendir. Já. Og þeir núna að leggja eða vinna í verkunum sínum og flestir að vinna svo kallið landaftverkefni. Já. Og þau alveg gríðarlega falleg. Ég var að skoða því áðan og þetta einstaklega falleg. Já, spennandi. Skoða þetta. Og þetta sem sagt listaverk sem unnin úr náttúrulegum efnum sem finnast á staðinum og svo þetta bara skilið eftir og svo eyðast þau að hverfa aftur til náttúrulega. Já, sjálfbæri listaverk. Og ég hveti ykkur til þess að kíkja á heimasíðuna Blóm í bæ og svo á Facebook á garðyrkju blómasýninguna Blóm í bæ þar. Já. Þar var verið að setja inn myndir af þessum verkum eins og þau líti út núna, svo eiga þau eftir að breytast og þróast. Akkurat. Það líka verið að leggja lokahönd á stórsýningu í Íþróttahúsinu sem blómasögusýning og þar gerð grein fyrir tengslum blóma við híbýli fólks og daglegt líf og viðburði í söguþjóðarinnar. Og það held ég að verði mjög skemmtilegt. Það verið að stilla upp núna stofum, 6 stássstofum íslenskra heimila frá mismunandi tímabilum. Þannig að þarna hægt að sjá stofu frá 1970 með þeim húsgögnum og húsbúnaði og skreytingum og blómum sem tilhörðu þeim tíma. Og svo farið ennþá lengra aftur og það nefnilega svo sérstakt að blóm hafa fyllt mannkyninu og okkur, sjálfsagt, alla tíð og gróður og það tíska í þessu eins og öllu öðru og það til dæmis, hver mann ekki, þeir sem eldri, muna sjálfsagt eftir glossinjum og pelagónium og fljúandi diskum og svoleiðis plöntum heima hjá af og ömmu. Já, hengiblóm mann ég eftir líka sem voru einhver svona klifrublóm sem voru upp alla veggi. Já, það var stofustás og fólkað með alls konar blóm sem klifruðu upp veggi og þræddi svo yfir myndram og annað. Akkurat, sko, já. Og síðan hvarf þetta svona nokkurn veginn alveg af sjónarsviðinu og við tók til dæmis svarthvíta tímabilið upp á 1980 þar sem allir áttu nílasvef og asparagus og burkna en enginn áttu pelagóni. Nei, einmitt, sko. Þannig að þessu verður öllu gerðskil og svo líka búið að endurgera fræga blómvendi og það til dæmis blómvendurinn sem Vigdís Finnbogadóttir veifað á svölunum á Aragötunni þegar að hún var kosin forseti. Hún var kosin forseti, já, akkurat. Þannig líka gerð grein fyrir blómadrottningum því það áratuga hefð fyrir kosningu blómadrottninga hér í Hveragerði þannig að við erum að reyna að safna saman upplýsingum þær. Já. Við vitum margar en á sýninguna ætlum við að reyna að kalla og biðla til fólk sem kosti muni ekki eftir fleirum. Þannig að það mikið að vera og á laugardeginum 1:30 ætlum við líka að vígja nýjan goshver. Já. Það hér í Hveragerði hefur alltaf verið goshver. Akkurat. Hver mann ekki eftir Grýlu? Hver mann ekki eftir Grýlu? Ef einhver væri á lífi sem myndi muna ennþá lengra aftur, þá var hér stór goshver sem var kallað Litli Geysir, hann var undir Reykjafjalli. Gríðarlega stóru gosum og maður sé það bara í eldri ferðabókum. Síðan man ég líka eftir og Hveragerðingar og auðvitað flestir íslendingar eftir það sem við kallum túristagatinu sem var á Hverasvæðinni í miðbænum og þar var skrúað frá fyrir útlendinga og gestir sem hingað komu kröftut gos sem að gausi við miðbæn reglulega og það svona þetta minni sem við erum að vinna með núna og það búið að vera teymi bæði hönnuð og verkfræðinga og iðnaðarmanna að búa til þennan goshver sem við ætlum að vígja á laugardaginn 1:30. Einmitt. Og þetta kannski í og með vegna afmælis Hveragerðis 70 ár síðan félagið stofnað? Já, þetta svona eitt af því. Þetta partur afmælisdagskránni því að við höldum afmælið þannig hátíðlegt að við svona spýtum í þær hátíðir sem fyrir í bæjarfélaginu og gerum svona ýmislegt skemmtilegt og meira en við kannski annars hefðum gert. Einmitt.
Og þetta byrjar strax á morgun, föstudag, og stendur yfir laugardag og sunnudag líka? Já, setningin í Lystigarðinum á morgun klukkan 5, allir velkomnir, og þegar formleg setning þar lokið, setningu, Gunnar Bragi Sveinsson ætlar að setja fyrir okkur hátíðina. Já. Þá skoðum við þessi listaverk sem í garðinum og svo röltum við yfir í íþrótthúsið og þar kynning á sýningunum klukkan kortir í 6, léttarveitingar og hugulegheit fyrir alla sem mæta. Já. Ég hvet alla að leggja leið síni Hveragerði annarkvort á morgun eða bara sennilega helgina. Já, og það allt frítt inn á alla þessa viðburði? Já, allt frítt og nógum að vera. Það dagskrá á sviði, það músík og hugulegheit og svo þetta garðyrkjustöðvarnar og opnar veitingahúsin og ísbúðurnar og þeir staðir allir. Já. Og ef fólk vil koma og gista, þá tjaldstæðið opið? Já, tjaldstæðið opið og það einstaklega fallegt. Ég man alltaf eftir svona fallegu voru eins og núna. Það einstakt að verða vitna því hvað tré og runnar og öll blóm falleg. Já. Því að það hefur hreinlega ekki hvert 7-9-13 í allt vor. Já. Þannig að núna við sáum rósakilli blómstra í maís og tók hekkurinn við og núna hann búin að vera guðdómlegur í öllum görðum. Já. Og núna getur fólk sennilega bara keyrt Hveragerði og skoða til dæmis gullregnu sem stórkostlegt. Og það eru þó nokkur íbúar bæði laugardag og sunnudag sem hafa garðana sína opna. Já. Glæsilega listigarðar íbúar og það búið upp á kaffi og konfekt. Sko til. Þannig að ég hvet fólk til að kíkja það. Gaman að heyra þessu, takk fyrir þetta Aldís, og ég veit að það verður mikið gaman í Hveragerði helgina eins og endarannar náttúrulega. Takk fyrir spjallið. Já, við allavega njótu þess. Takk kærlega sömuleiðis. Já, bless.